Góðan daginn, má ekki biðja ykkur að standa öllu stutt og teygja aðeins á ykkur. Í eldhúsinu heima á mér eru 2 gluggar. Þegar ég horfi út annað þeirra, sé ég KR-völlinn. Þegar ég horfi út hinn, þá sé ég líka KR-völlinn. Ég bý í Vesturbænum í Frostaskjólinu. Ég er giftur konu sem er eins mikill Vesturbæingur og KR-ingur og þið getið ímyndað ykkur. Pabbi hennar var í stjórn KR í ár eða áratugi og hann geymdi kassa af kampavíni í ár eða áratugi úr bílskúr, bíða eftir fyrsta titli í svokallaða Vesturbæjar stórveldis. Afi hennar var leikjahæsti leikmaður í sögu KR þangað til að Þormóður Egilsson sló metið og Þormóður bjó í sama húsi og ég þangað til í fyrra. Þannig að þegar fólk úr Vestmannaeyjum átta sig á aðstæðum sem ég bý við, þá er oft spurt, jæja, og ertu þá orðinn KR-ingur? Stuttu eftir að ég og eiginkona mín fórum að draga okkur saman og sambandi farið að verða alvarlegt, þá ákvað pabbi hennar, stjórnarmaðurinn í KR, að bjóða mér með sér á fótboltaleik. Þessi kandidat í tengdasoninn átti að fá tækifæri til að fara á bikarúrslitaleik með minni þetta hafi verið KR og IA og ég fer með honum og þetta er á hausti og það er svona kalt, bjart og fallegt og við setjumst auðvitað KR megin í stúkuna og allt í kringum okkur eru svona erki KR-ingar. Við erum að tala Bjarna Fel og Gunnar Fel og Ellert B. Skram og þetta er allt menn sem að tengdafaðir mig þekkir og heilsar upp á og sumum þeirra útskýrir hann fyrir hver þessi ungi maður er sem hann tók með sér á leikinn og það var mikið samstæði í hópnum og stemming og leikurinn byrjar og ég bara stend mig mjög vel, ég sit þarna með tengdapabba verðandi og hrópa áfram KR og bara standa með mér og svo man ekki náttúrulega hver staðan var en það var undir lokleiksins og ég nokkuð viss að hafi verið jafnt. Þá brestur eitthvað í vörninni á KR að það kemur stungusending fram og Skagamenn komast í dauðafæri og maður á mann og það sem að Skagamaðurinn þrumar boltanum hátt yfir markið þá stend ég upp úr sætinu og gríp höfuð á mér og NEI! Og svo lít ég í kringum mig og þarna starar allir á mig Ellert Skram og Bjarni Fel og Gunnar Fel og tengdapabbi. Ég settist bara niður aftur og byrjaði að gera áfram KR. En mér hefur ekki verið boðið aftur á leik. Ég bara rakst einu sinni á Hermann Hreiðarsson í miðbæ Reykjavíkur, þetta var stuttu seinna. Þá var hann með David James með sér og þeir voru á Ölduhúsi, English-pub ef ég man rétt og David James hafði ekki verið lengi í Eyjum en hann sagði það við alla sem heyra vildu á English-pub I hate fucking KR. Hann var búinn að læra það að ef maður er í Eyjum það heldur maður við liðinu sem spilar móti KR. Og það er líklega alveg rétt að það er alveg sama hvað ég bý lengi í Vesturbænum að það sem að vinir mínir segja er satt það er hægt að taka mann úr Eyjum en þú tekur ekki eyjarnar af manninum. Þann 7. júlí 1976 fór fyrsti Herjólfur síðustu ferðina sína og nýr var tekinn í notkun. Daginn eftir þann 7. júlí fæddist ég. Það byrjaði ekki vel. Ég hafði fæðingur af með naumyndum. Það var Björn Ívar Karlsson læknir sem bjargaði lífi mínu og mátti litlu muna. Meðan mamma stóð í þessari ströngu fæðingu á fæðingardeildinni beið pabbi erfðalaus og þegar hann loks fekk fréttina honum hefði fæðst sonur þá hringdi hann sögulaust á lögregluna. Klukkan var 5 að morgni og enginn annar á fótum og presturinn þurfti að segja einhverju fréttinni. Síðan þá hefur lögreglan haft samanlítil afskipti af mér og enginn af föður mínum. Svona
svona byrjaði þetta. Mamma mín Katrín Þorleifsdóttir, hjúkrunarfræðingur frá Eskifirði og pabbi séra Kjartan Örn Sigurbjörnsson frá Siglufirði, en ættaður úr Eyjum. Og þau sitja nú bæði hérna að koma með mér í dag, sem ég finnst ofsalega gott og gaman að hjá okkur. Við gistum hérna á Hótel Vestmannaeyjum sem heimsklassa hótel, búin að borða heimsklassa mat og það svo stórkostlegt að sjá þessa uppbyggingu hérna. Og við erum búin að njóta þess að keyra hérna og rifja upp ýmislegt gamalt og gott. Fyrsta heimili mitt var á Sóleyjargötu 2 og þegar ég átti 4 mánuði að vera 2 ára þá fæddist Guðbjörna systir mín 17. mars 1978. Við fluttum svo þegar við vorum orðin of stór til að eiga saman herbergi á Hólagötu 42. Þetta var held ég árið 1980. Þar á Hólagötu 42 áttum við okkar yndislega bernsku heimili. Það var svo 1991 sem var haldinn fjölskyldufundur og tillaga var lögð fram það að fjölskyldan flyttist á höfuðborgarsvæðið. Tillagan var samþykkt með 2 atkvæðum gegn 2. Ég var búin að læra nógu mikið í fundarsköpum á þeim árum. Við systkinin vorum Eyjamenn í húð og hár og gátum ekki hugsað okkur annað en að hafa alltaf heimili hér. En við fluttum og árið eftir kom svo nýr herbergi. Þannig að ég fæddist hér og bjó til 15 ára aldurs. Ég átti hérna í Eyjum öll mín bernsku ár. Þannig að ótrúlega stutta tíma á milli sem maður var á en verður svo stór í minningunni. Þegar maður býr hér á þessum árum þá á maður eiginlega bara jafnaldra. Maður þekkir bara jafnaldra. Svo 30 árum seinna fólk sem var 10 árum eldri en maður þá orðið jafngamall manni. Þannig að þegar ég var beðinn heitið á þessu erindi sem ég var ekki byrjaður að hugsa mikið að þá datt mér í hug þetta bernskan bjarta úr ljóðinu sem ég þekkið og alltaf skini skartað og skjól við móður hjartað, hér leið mín bernskan bjarta við bjargfugla klið. Og þannig man ég þennan tíma að bernskan hafi verið björt og frjálslegt og gaman að alast hérna upp eins og allir geta vitnað og segja frá sem hingað koma og allt fólkið í kringum mann var gott. Og minningarnar allar bjartar. Minningarnar segi ég að kannski væri réttir að tala misminningar af því að öll veðurfarsköp og óbrigðult elstu manna minni vitna það að sumrin sem ég átti hér, mín bernsku vor, hafi verið sérlega köld, blaut og dimm. Það liðu stundum vikur á þess að það sæðist í Helgafell, var það heima. En það skiptir engu máli. Hvort meiri sannleikur í því að það hafi verið raunveruleg rigning í einn dag eða ég muni uppskáldað sólskinn heila ævi. Meira segja illviðurinn og stormarnir taka á sig svona bjarta minningu. Ég og Birgir Hafsteinsson Þóróssonar við rifjum oft upp vetrarkvöldi þegar við löbbuðum heim af æfingum í íþróttahúsinu. Og eins og Jóhanna María kom inn á hérna áðan að þá var oft æfingarnar voru bara búin 11:30. Og við vorum að labba heim eftir kirkjuveginum og kannski 40 mínútur á leiðin heim, 300 metra. 12 ára börn, jafnvel yngri, ein, miðnætti. Og það var ekki svona gulrar viðvörunar veður. Það var ekki appelsínugult eða rautt, þetta var svart. Ég hræddur að ég eitthvað sagt í Vesturbænum ef það væri góðið bóttið upp á eitthvað sambærilegt. Fólk getur þessi fangelsi. Það þyrfti áfallahjálp. Og ég man líka til fótboltaæfingunum út á Malavelli við Löngulag þar sem við þurftum stundum að standa á mörkunum eins og þið þykir ekki að meðan mörkunum var fram. Og auðvitað voru dagarnir fæstir þannig, en þetta eru ómetanlega minningar af því að fyrir mig sem uppálanda núna 21. aldar barna ansi gott að geta alltaf sagt sko iss. Veistu þetta kost? Við höfum það gott að sjá.
Og Hólagata 42 var alveg frábær staður fyrir okkur börnin. Það er botlangi, eins og þið vitið þarna, fyrir Róakirkjuveginn og sára lítil umferð. Og þarna fórum við út í hring og punkt og alla þessa leiki sem ég man ekki hvað heita og á kvöldin. Mikið skemmtilegum börnum þarna í kring á okkar aldri. Hafsteinn og Reynir Hjálmarssynir bjuggu þarna rétt hjá og Jóna Dís Kristjánsdóttir, Björk Guðnadóttir manni eftir og Önnu Huldu Ingadóttur, Ernu Þorleifsdóttir, við halda að vera endurlega fyrir þessu nöfn. Maður hafði allt sem maður þurfti og maður þurfti ekki einu svona alla eiguna. Þegar maður var barn þá flokkaði ég það bara sem ferðalag að fara vestur á Hamar. Veröldin mín afmarkaðist af Illugagötu 75 í Suðri, þar sem Helga Ólafsdóttir, frænka mín á flautunum bjó. Í vestri afmarkaðist hann af íþróttahúsinu, til austurs af kirkjunni og svo fór ég aldrei norðar heldur en niður á sjoppunni sem hét Krúsinn á miðri Hólagötunni. Þetta var bara heimilið. Og í húsinu við hliðina á Hólagötunni ráku Biggi og Kolla heimaver. Verslurinn var það sem að kurteisbörn fengu stundum nammi með afganginum. Maður rakst stundum á Lilju og allar þessar fjölskyldur sem voru okkur svo kær. En það var ekki stórt pláss sem maður lifði á sem barn. En þetta var alveg heill heim. En ef maður á að vera alveg heiðarlegur þá er kannski ekki hægt að segja að það hafi alltaf verið mikið að vera. Samt laðast okkur alltaf eitthvað til, sko. Við systkinin voru til dæmis ótrúlega mikið upp í turni heima hjá nágrönnum okkar, heima hjá Elísu Kristmánsdóttur, vinkonu okkar í Hólagötu 40. Húsinu það sem að nú held ég að tannlæknastofa ekki rétt. Jú. Við sátum hann upp í turninum, í glugganum og við skrifuðum niður bílnúmer. Og þetta gætu við dundað okkur við. Fyrstu heiðir stílabækurnar og bílnúmerum, svo bílnúmerum, við kerum aftur. Það var ekki alltaf spennandi. Og þetta var auðvitað tími þar sem áreiti var allt miklu minna heldur en núna og afþreyingin mjög fábrotið. Og heimilislífið var til dæmis svo tíðindasnautt að það heyrði til stóru viðburða ef að síminn hringdi. Og þá heyrðu það allir á heimilinu og við Guðrún hlupum til að því við vildum svara og fá að vita hvað var að gerast. Og ef símtalið kom ofan á landi, þá var það ekki paník. Það verður að passa upp á að sá sem átt að fá símtalið kæmi sem fyrst í samband og það þurfti að vera dauðaþögn. Svo var þessar rándýru mínútur færi ekki til spil. Þegar símtalinu lauk, þá þurfti að gera skýrslu. Hvaða áhrif þetta símtal gæti haft? Var einhver að boða komu sína? Þurfti einhver að sinna erindi eða útkalli? Gætu átt vona fleiri símtölu. Einhvern veginn hringdi síminn og systir mín náði að svara og hún hlustar á erindið og setur svo tólið svona á öxlina, leit upp á mömmu sinni og spurði: Mamma, það er verið að spyrja prestsmaddumuna. Er það ég? Það hafði þetta töluverlega áhrif á heimilið og uppeldið að pabbi var presturinn í bænum. Og við systkinin fórum flesta sunnudaga fram eftir öllum aldri með honum í barnamessu og þar voru sungin þessi hefðbundnu svona kristilegu barnalög og Jesú bróðir besti, djúp og breið og svona feðraveldislög eins og Ég vil líkjast Daníel og ég vil líkjast Rut. Við Rutum er svo sæt og góð og Daníel fyrstur hetjum og pappa okkar presturinn sagði alltaf biblíusögurnar og reyndi að innræta í ungan söfnuðinn kristilegt siðgæði og gott gildismat. Og einhvern tíma var hann að reyna að útskýra fyrir krökkunum hversu verðmætt orð Guðs í biblíunni er. Það er ekkert til sem er dýrmætara en biblían, sagði presturinn. En stærsta hús í heimi. Nei, biblían er verðmættari. En stærsti demantur í heimi. Nei. Þetta er helt áfram. En er biblían verðmættari heldur en heimaklæddur fullur af gulli? Pabbi stóð fast á sínu.
Biblían væri svo sannarlega verðmættari en allur heimaklæddur gullur af gulli. Strákurinn sem spurði þessar spurningar var mjög hugsi og svo fór hann heim til sín. Og Ríkur beinti pabba síns. Pabbi, ég verð að spyrja það einu. Eigum við Biblíu? Það nú til Biblíu að einhvers staðar hérna. Svo pabbi. Pabbi, skulum selja hann. Kirkjan stóð aftur í þessum minningu frá barnæskunni og auðvitað allt þetta yndislega fólk í kringum okkur, Chris og Kristín og Elisa og systur hennar. En íþróttirnar eru það líka. Það hafði ákveðna kost í för með sér að vera prestssonurinn. Til dæmis þegar ég byrjaði að æfa fótbolta var innanhúsmót TÍS og ég var útnefndur mjög óverðskuldað prúðasti leikmaður. Þetta voru líklega einu einstaklingsverðlaunin sem ég hlaut á ferlinu. Það var langur og mjög áhættislítill. Ég var skráður í tífifæðingu, Stjáni frændi sá til þess að það engin tvímæli hvar sú hollusta lægi. Og það var heillaskrif, því að ég æfði bæði handbolta og fótbolta með tí og íþróttirnar eru stór hluti af mínu lífi og mínu uppeldi og eru enn. Og í árganginu mínum, 1976 módelinu, eru mjög margir frábærir íþróttamenn. Venni, Árni Gunnarsson, Gunnar Berg Viktorsson, Birkir Ivar Guðmundsson og svo liðið í mínum bekk. Bjarnólfur Lárusson, besti íþróttamaður sem ég hef kynnst held ég, vinur minn Emil Andersen, Malli og Arnar Pétursson. Þetta var svona fólk í mínum bekk og svo besti fótboltamaðurinn í bekknum, Matthildur Halldórsdóttir, sem spilaði alltaf með okkur strákurum og var best langfram eftir aldri. Hversu góðir íþróttamenn voru þetta? Bjarnólfur, hann æfði frjálsar íþróttir í nokkra dag. Svo var hann sendur á Íslandsmót. Keypti kúluvarpi. Bjarnólfur setti nýtt Íslandsmet. Svo var hann Íslandsmeistari. Í næsta leiktímatíma var farið í kúluvarp. Við köstuðum frá áhorfendapöllunum og í áttina að rimlunum upp við vegginn hinum megin. Kannast þið við það? Þetta var í íþróttaársuminn. Og Íslandsmeistari kastaði fyrstu. Hann var drýgindalegur eftir að hafa sett skráð nafn sitt á spjöld íþróttasögunnar og kastið náði það bil 3/4 yfir völlinn þverað. Næstur var Markus Orri Másson. Hann braut 2 rimla. Sæl, Þannig að þetta var hörkulið og okkur gekk vel í yngri flokkunum. Með tíðarandi vorum oftast með eitt af svona 3 bestu liðunum á landinu, bæði handbolta og fótbolta og okkur varst ekkert sjálfstæðar. Þórarnir voru skammt á eftir en á eftir. Það mátti heita augljóst að okkur fannst að ekkert lið ætti roði í þennan hóp sameinuðan, þannig að við Eggert Aðalsteinsson, vinur minn, stóðu fyrir mikilli undirskriftasöfnun að það að fá liðin sameinuð undir merkjum IBVF sem síðan varð raunin og er enn. En það hendaði mér ágætlega að hafa þetta í sitthvoru lagi, því að það komst í stundum í liðin. Í fótboltanum spilaði ég stöðu vinstri bakvarðar og vörninni stjórnaði miðvörðurinn, bekkjarfélagi minn og sessunautur Arnar Pétursson. Hann var alltaf algjör öðlingur í skólanum og við góðir vinir, en djöfull var ég hræddur við það þegar ég var inn á vellinum með það. Þannig hann öskraði stanslaust, hvatti mann til dáða og passaði upp á allir væru réttum stað og lét hann heyra það. Og leiðtogahæfileikar hans komu mjög fljótlega í ljós og hafa síðan auðvitað komið enn frekar í ljós. Þannig að íþróttirnar áttu hugmanns allan og þær gáfu mér líka og mér og Eggerti vinnu mínu og Drengsa bróður hans og Birgir Hrafni, við vorum allir í þessu saman, gaf okkur það að kynnast Lárasi Jakobssoni sem við unnum mikið með eða öll heldur fyrir og skuttluðust fyrir í mörg ár og mörg sumur og við lærðum alveg gríðarlega mikið af þeim manni og erum honum mjög þakklátir og við reyndar
áttu þátt í því að reisa hér minnismerki hann við Týsheimilið síðasta sumar. Og við erum óslega glaðir með það. En það auðvitað hægt að rifja þetta endalaust upp og þylja upp kynni af vinskap sem hafa skipta máli og eru hjartfólkin. En það hætt við að maður geti lent í sömu stöðu og heimspekingurinn John Stuart Mill. Hann byrjaði að skrifa ævisögu sína og þegar hann var búið með 7 bindi þá þurfti hann að hætta við af því að langafi hans var ekki fæddur. Ég hugsa vini mína hérna í Eyjum og held miklu sambandi í flesta þeirra. Torfi, öll þessi nefnir bara fyrir foreldrar mín hérna, Torfi, Malli, Eggert og Arnþór, Birgir Hrafn, Brynjólfur Ægir, Ómar Örn, Jón Viðar, Arnar Bjarnólfur, Viðar Huginsson og fleiri, bekkjarfélagarnir. Þetta er fólk sem á svo stóran þátt í mér og þetta er svo stór ár, þessi bernskur ár. Og allt þetta fólk, það faðmast ef það hittist. Og ég hef alltaf verið mjög stoltur af Eyjunum og því að vera Eyjamaður. Og alls það sem ég hef einhverju fengið að ráða að ég dreigi fólk hingað út í Eyjar. Það er svona óþálendur sem að sé að sína fólki barnið sitt eða láta að hlusta uppáhalds lægimanns eða eitthvað. Þegar ég var inspektorskóli í MR þá dró ég alla embættismennina hingað í stóra ferð og einn var laminn fyrir gáringum. Þetta gerði ég líka þegar ég var formaður vöku í háskólanum og þegar ég var í SÚS og það héldum við risastórt landsting hérna og allir dregnir hingað. Fólk nefnilega fattar þetta ekki. Fólk fattar ekki hvað það er að vera Eyjamaður. Svo ég held að ég fór koma hérna inn á að fólk getur verið frá Sauðárkróki, Selfossi, Keflavík eða Kópaskeri en maður er ekki frá Vestmannaeyjum, maður er Vestmannaeyingur. Og þessar rætur eru djúpar og sterkar. Og ég fann mikið fyrir því síðasta haust þegar að systir mín, Guðrún Birna féll frá, hversu sterkar þessar rætur eru. Vinir mínir úr grunnskóla höfðu samband hver af öðrum og sumir Eyjavinir sem ég hafði ekki talað við í 20 ár hringdu. Og allstaðar fundum við svo einlegan stuðning og samstöðu. Streymdi mikið hlýja til okkar, hérna frá Eyjum, þegar við þurftum mest á hann að halda. Og annað fólk skilur þetta ekki, af því að það að vera Eyjamaður er innsti kjarninn í manni. Af því að Eyjarnar eru fósturlandið og fósturjörðin og föðurlandið. Og maður kemur ekkert hérðan, það bara er. Og ég held þetta sé svolítið eins og Indíánarnir í Ameríku. Navajo Indíánar eru Navajo Indíánar. Og það er sama hvert þeir fara, þeir saknast á sléttum. Og þetta er svolítið eins og að tilheyra ættbálki. Frekar en að vera frá stað, að vera Eyjamaður. Í gær fór ég í smá göngutúr, leið sem ég verið að labba 1000 sinnum sem barn. Og ég labbaði frá íþróttahúsinu, upp brekkuna bak við sundlaugina, upp á kirkjuveg og svo meðfram kirkjuveginum, meðfram hólnum þar sem Jói bjó, niður að garðinu fyrir aftan Hólagötu 40, þar sem ég stökk alltaf niður að veggnum og hljóp heim á Hólagötu 42. Og svo hélt ég áfram, labbaði leiðina sem ég fór í skólan meðfram kirkjuveginum, sá eitt húsi, rauða húsið þarna á horninu kirkjuvegs og Hólagötu. Og svo áfram, meðfram hitaveituhúsinu, leit inn og gluggan á þessi tæki sem ég skildi aldrei hvað gera. Áfram Sneiflarampinn og svo niður með frá kirkjuna að barnaskólanum. Og mér leið alltaf ofsalega vel í þessu umhverfi. Við átti svo góð bekkjarsystkini og hafði svo góða kennara og þetta var eitthvað svo öruggt og þægilegt. Og þetta var algjörlega sjálfvirkt hjá manni að gera þetta. Þannig að svolítið eins og Jóhanna María, það er ekki mörg svona atvik sem kom upp. Þetta er meira bara svona þessi tilfinning að hvernig lífið var. Og öll þessi hegðun var algjörlega sjálfvirk. Og maður hugsaði aldrei út í það, en ég hugsaði út í það í gær hvers slags ævintýri það er að ganga þessa leið. Að ganga þessa leið og vera með Herjólfsdal fyrir aftan sig og Heimaklett á vinstri hönd og Helgafell fyrir framan sig. Að búa á þessari eyju sem manni fannst og sjálfsagt svo einstakt. Og það var mjög gott að eiga heima mitt þarna á Hólagötu 42.
Mér skilst að þetta hafi verið prestsbústaður alla tíð síðan og hugurinn leitar og þangað. En ég hef ekki komið þangað inn síðan að við fluttum, sem reyndar ekki alveg rétt. Eftir að við fluttum þá mætti ég sjálfsögðu alltaf á þjóðhátíð mörg ár. Og eitt skipti þreyttist ég skyndilega mjög mikið á leiðinni heim á dalnum. Og ég lét bílinn stoppa kirkjuveginum við Andaberjamálabrautar og þótt ég hafi ekki haft mikið skynbragð á umhverfið mitt að gat ég stuðst við þessar gömlu, sjálfvirku hreyfingar, þessi skref sem ég hafi tekið svo oft áður og tók stímið á Hólagötu 42. Fór inn í garðinn og tók í hurðina niður og viti með henni var opinn. Ég lagðist í maðgjötu til svefns á gólfinu þar sem skrifstofan hans pappa var og svaf bara mjög vel. Þangað til að presturinn kom. Og hún var nú bara lítið hrifin og rak mig út með hávaða og formælingu. Og ég hrökklaðist auðvitað út, ringlaður en náði þá hóstöfum mér en ég var heima hérna. Við erum dálítið upptekin af þessu orði Eyjamenn, heima. Við búum á heima-ey og yfir okkur gnæfir heimaklettur. Ég var að keppa fyrir Vestmannaeyjabæ í útsvarinu og það var spurð hvort það væri fleiri íbúar Seltjarnarnesi eða í Vestmannaeyjum og ég sagði að ég var ekki alveg klár á því en ég var alveg 100% viss það að það ættu fleiri heima í Vestmannaeyjum. Þetta segir í ljóðinu, eyjan mín kæra ég óska hjá þér að eigi ég faðmlögin vís, í ljóðinu sem heitir Heima, sem ég stal titlinum í erindið af, og að koma hingað alltaf að koma heim. Og þegar maður fæðist, þá fæðist maður inn í heim sem að virðist fullskapaður og endanlegur í augum barns. Maður vefengir ekki lífið eða veröldina, maður hefur ekki hugmynd hvort veröldin eins og hann á að vera, hvort hann góð eða vond. Veröldin bara og umhverfum hans. Maður hugsa ekki mikið út í það sem barn af hverju eyjar og fjöll heita það sem þau heita. Þau eru bara það, eins og þau hafa alltaf verið. Og það eins og enginn hafi búið nöfnin til. En heimæi getur aldrei heitið annað en heimæi og hann getur aldrei verið annað en heimæi. Maður bara kemst ekki hjá því fyrir en seinna að átta sig á því að maður var heppinn með berskuna. Benskan var björt af því hún var hér. Og við systkini ræddum þetta mjög oft, hversu þakklátt við vorum fyrir að hafa átt þessi æskuár í Vestmannaeyjum. Við vorum algjör franskbrauð hér. En þegar við fluttum til Reykjavíkur og fórum við umgangast læknabörn, þá vorum við orðin algjör rúgbrauð. Og þetta þakklátt okkar til eyjana mun lifa margar kynslóðir því að við þetta ölum bara upp eyjana, saman hvað við erum. Og þannig virka ættbálkar. Þannig að þetta hefur alltaf verið uppspretta styrks og stolts fyrir mig að tilheyra þessum ættbálki, sérstaklega það mikið reynir á. Þannig að hvað Frostaskjólið varðar, þannig að næst ef ég er spurður, jæja, ertu þá orðinn káringur? Þá ætla ég bara að segja, spurðu tengdamóður.